Góðan daginn, kæru vinir, og velkomnir. Við erum að fara í ferð sem að við væntum auðvitað mikils af og góðsteins af og tölum þá af reynslu. Við sem þekkjum Jesú og vitum hver heldur stýrið, leiður okkur á góðar niðurstöður hvar sem er, og inn á góð svæði hvar sem er og hann getur því stoppað hvar sem hann vill. Og úr kemur eitthvað sem notalegt og þægilegt og byggir upp anda og sál og allt saman það. En eins og alltaf áður þarf ég að taka við og vilja vera þar sem hann er. Og sértu með trúnaðinn á réttum stað. Og réttum stað er nú kannski ekki alveg rétt orða, því að hún getur náttúrulega ekkert verið á neitt nema réttum stað, en kannski erum við að leita í annað í okkur sjálfum og förum því framhjá trúnni, en teljum okkur vera með trúna í hendi. Þetta er auðvitað enn áréttingin mikilvægi þess að leita Guðs daglega, leyfa honum að leiðbeina sér daglega, og þá kemur þið rétta fram. Það er nú bara í eðli trúarinnar og þegar við leitum vilja Guðs að þetta gerist. Enn og aftur sjáum við alls konar getur gerst hjá mér og þér. Það er engin spurning. Við sjáum af því vegna þess að þetta er staðan og enginn af okkur þrætir fyrir það að geti komið upp. Mikilvægi þess að gera hvað? Jú, leita Guðs daglega. Hann er réttlætis eigin okkar. Hann er aflið í mínu lífi sem að réttir af áttaveitan og hann verður alveg hárréttur eftir, en þarf kannski aðeins að eiga við hann daglega og Drottinn sér það daglega vegna þess að þú og ég og við daglega erum að leita hans. Þetta er nú svona leyndardómurinn á bakvið það að vilja og hafa vilja til að leita Drottins hér og nú, og við munum komast að því eftir langan eða stuttan tíma á göngun að þetta sé nauðsynlegt. Og af hverju? Vegna áreitisins sem að dynur á okkur frá morgni til kvölds, einkum og sérilagi á hugavorn, því hann er aldrei kyrr, sjaldnast í friði og sístarfandi með þeim hætti sem hann starfar. Og hann er ekkert endilega upptekinn við að segja okkur það sem er satt og rétt. Og ann og aftur verðum við, elskuðu vinir mínir, að draga hring utan orðið veikleiki. Og við getum bætt öðru orði við, veikleiki minn. Því að þetta er allur sannleikurinn og ekkert minna heldur en allur sannleikurinn. Og við elskum Jesú, ég veit það, og elskum þið líka sannleika hans. Og í sannleikanum þá líka tökum við svona boðskap. Og gerum hann á okkar af því að við höfum sýnt það í gegnum áratugina að vilja standa keikir frammi fyrir Guði án meðvitundar neitt ranglæti. Þetta er það sem að Drottinn er að bjóða. Og maður sem að fer þessa leið er með sitt á hreinu gagnvart Guði, hefur orðið gríðarlega reynslu af því að ganga með Guði og lætur hvern dag styrkja sig í þeirri vissu
hvað sé betra. Og hvað er betra? Það er betra að ganga með Guði heldur en að ganga ekki með honum. Svo fyrir utan það að ganga með Guði, trúin á Jesús, sýnir okkur alltaf krossinn og með krossinum hið eilífa ríki sem að við stefnum öll til. Vitum að það er 2 staði að ræða og það er bara annar staðurinn Guðsríkið. Hver er þá hinn staðurinn? Við getum lesið það í Biblíunni og hinn staðurinn er þar nefndur eldsdíkið. Og þess vegna líka er þetta orð þarna og bjargræðið sem er Kristur sem segir við mig, þetta er eina leiðin. Og það er grafalvarlegt mál að vera manneskja í þessum heimi. Vissirðu það? Og það er svo margt sem þú getur ekkert vitað. Ég heldur skilið með fullkomnum hætti, en trún kemur inn í það og þú trúir því að því að þú lesta í orðinu að svona er þetta. Þannig að allar þessar miljardar á jörðinni sem hafa fæðst á þessari jörð, samkvæmt þessu, eru allir þessir einstaklingar til. Ég veit að þetta er fráleit hugsun fyrir suma, en þetta er strangt til tekið það sem orðið er að tala um. Segir enda á einum stað að allir menn munu standa frammi fyrir hásætið lifandi Guðs. Og hver fá sitt sem hann hefur unnið til. Við sem eigum Jesú, það er gjöf, við unnum ekki til henn, en það er gjöf. Við erum hólpið fólk og við förum þangað á þessum stað þar sem allt þetta hólpna fólk er. Þetta er sagt til þess í og með að drífa okkur út í ábyrgðina sem að því fylgir að vera trúið manneskja, og við lesum agur sem er hvítur til uppskeru og okkur er sagt að fara út á þennan agur og koma með uppskeruna í hlöðu. Þetta verk hefur svolítið dottið niður hjá okkur og hefur kannski aldrei verið í neitt svakalega flottur lagi, ég veit það ekki. En allavega hygg ég að það hafi dottið töluvert mikið niður, að því við erum alltaf að fara svona þessar þægilegu leiðir. Við nennum ekki að standa í þessu. En gerum okkur ekki grein fyrir því að hvítir agrarnir eru bara fólk sem Drottinn á, en segir að þurfum við að sækja. Af hverju? Sækja. Já, hver skilur mannshjartað? Ég veit það ekki. Við munum eftir þessum eina sem að viltist frá 99 urðu eftir, sem að ekki þurfti að huga neitt að. Og hvað fór Kristur að gera með þennan eina? Hann fór að sækja hann. Hann sótt hann. Hann bar hann á öxlum sér tilbaka. Með öðrum orðum, hann dró hann inn aftur. Af hverju kom hann ekki aftur? Af því hann vildi það ekki. Þess vegna kom hann ekki inn aftur. En Drottinn hafði leiðir á honum. Hann notaði það leiðir sem hann hafði. Og hann kom með hann tilbaka. En við reyndar höfum aðra mynd af þessu líka, hann er bæði til í. Við sjáum með Týndasoninn vinn okkar, sem við erum alltaf vitni hér, að hann við Svínadallinn komin að komin að fótum fram, ekki fingur fram, það er hann að, fótum fram, og þar tók hann í sig rögg. Þar ákvað hann ég ætla að fara aftur til föðurins. Þannig við sjáum með báðar þessar afstöður. En í hinni tilvikinu fór Kristur á eftir honum. Þannig við sjáum að það er bæði til.
En akkur erum við að akkur erum við að tala þessi mál aftur og ítrekka? Það til þess að ég og þú, við byggjumstum áfram upp til að þessi staða komi ekki upp, né verði að veruleika að við förum. Verðum þessi eini af þessu 99 sem að fór. Eða verðum eins og ágætur yngri sonur gerði, fór bara, þessi hverfa, nennti þessi ekki lengur og í hörmungum, mitt í hörmungum og engin endir séð á þeim að þær myndu nú bara enda, þá ákvað hann að fara aftur til föðurins. Er þetta ekki báðar þessar sögur ábending og vísbending til mín að vera með sjálfa mig í þannig lagi í dag, við höfum daginn til þess, að þessi staða sé ekkit uppi. Akkur haldið þið, kæru vinir, að við eigum allar þessar sögur í Biblíun og það hafa allir jafnan aðgangað að lesa Biblíuna og hver annar. Einmitt til þess við séum sjálfu okkur í lagi. Við sjáum aftur mikilvægi þess að leita drottins og réttlætis hans á hverjum degi. Þetta er það sem við höfum. Þetta er það sem mörg af okkur erum að nota vegna þess að þeir eiga þetta og skilja orðið hvernig þetta virkar, að þetta er eina leiðin ef við viljum halda okkur á einhvern stað sem við getum sagt að sé ásættanlegu staður. En þótt við gerum þetta, þá mun enginn af okkur sleppa við að lenda í alls konar hremmingum og þjáningum. Ef svo væri alltaf, þá væri Biblían ekki rétt uppsett, minn kæri vinur. Hún talar þetta. Og enn og aftur sjáum við að hún talar þetta og hún er að segja okkur rétt. Til hver af okkur getur státað að því að hafa aldrei lent í neinu. Og hver í raun og veru getur ekki sagt sína göngu að hafa lent í miklu meira heldur hann nokkuru sinni kærði sig sumt er nefnilega bara ekki spurt. Sumt í lífinu er bara hreinlega ekkert spurt. Þú gengur inn í það og eftir einhvern tíma ertu gengin út úr því aftur. Þú getur hins vegar, ef þú gengur inn í þetta, ég veit ekki hvort þú hefur áttaði á því og ég veit ekki hvort ég veit ekki alveg hvernig menn taka svona. Ég hef einu sinni oft gengið inn í einhvað og það var allt breytt bara frá með þeirrum stundu og ég þurfti bara glíma og svo komst ég út aftur eftir kannski mánuði. En ég man eftir því að ég gekk inn í andrúm, bang, það var allt breytt. Breytt hvar? Í hausnum á mér, huga mínum. Þar breyttist allt. Áður en það gerðist var ég með allt annan þanga. En svo gekk ég inn í það, þá bara gerðist eitthvað. Það er svona sem atburðirnir gerast. Allt er þetta auðvitað til reynslu, allt er þetta að endingu til góðs, en þarna kemur fram best á hverju þú hefur verið að byggja þig upp með. Var það Guðs orð? Var það eitthvað annað? Varstu ákveðin í Guðs orði og byrjaði daginn með Guðs orði, eða gerður það svona eftir dintan og dandin? Þetta allt saman mun koma fram þegar þú gengur inn í eitthvað sem áttir ekkert von á, og það er margt í lífinu sem við eigum bara alls ekkert von á, en stöndum inn í. Svona er ganga manna og kvenna og hefur alltaf verið. Hvort menn sjáu þetta svona, það veit ég ekkert ég veit ekkert hvað menn sjá, en ég man eftir því í þessu tilviki, þá uppgötta að ég gekk inn í eitthvað, en sá auðvitað að það hafi margoft gerst hvað mig varðar, en ég sá það ekki þannig fyrir en í þetta skipti.
Og þetta rosalega góð leksía því að það hefur gert síðan að ég hef gengið inn í þetta. Ég bakkaði strax út úr í aftur að því ég sá hvað var að gerast. Þannig að svo reynsla að því leyti til allan var til góðs. Og ég segi bara hina, hún var alveg hrikalega leiðileg, að þetta endaði allt saman með góðum hætti. Og var bara prýðiskennsla sem hægt að nota seinna. Svona þetta í Guði. Hann breytir öllu til blessunar þegar hann sér að þú ert að læra af því sem þú reyndir. Þannig að þú ætlar ekki að láta þig neitt bregða við það þó ýmislegt gerist. Og mín ganga líklega eins og þín að það hefur margt gerst og eins og við vorum að segja á hana þá sumt bara verið of mikið. En hver spyr mig að því? Ég bara í þessu kringumstæðum og ég verð bara að veltast með þeim og reyna einhvern veginn að krafsa mig út úr þeim aftur. Og það hefur nú alltaf tekið stinga til. Og það mun líka gera núna ef eitthvað slíkt gerist sem reyndar ekki í gangi akkurat í þessum töluðum orðum. En hvað veit ég? Þannig við sjáum að það akkur í því að eiga lifandi Guð í sínu hjarta og það aldrei neitt nema akkur og ávinningu fyrir hvort sem mig að þig að eiga hann að. Hann að bjóða þér að eiga sig að. Hugsaði þér akurinn sem hvítur til uppskeru og þessi hvíti akur upp til uppskeru, hann merki fólk. Akurinn, þessi blóm eru bara einstaklingar sem drottin í raun búin að eigna sér en það enginn komið enn til þess að sækja. Er það ekki alveg hörmulegt? Auðvitað það ekkert annað en hörmulegt. Hvað þetta að gera? Þú getur farið og byrjað og ég. Þannig að við erum án afsökunar. Við getum farið af stað og sótt eitthvað hlut af uppskerunni, kannski ekki mikið sem við einir getum gert. En ef 1000 manns fara út á völlin, þá nú aldeilis komin fín uppskera í hlöðu þann daginn. Þannig að við bara förum af stað og gerum það sem drottin ætlar okkur og hann sækir þessa hvítu akra og svo þegar við lítum yfir akurinn þá hann ekki lengur hvítur því að þetta hvíta af akrinum komið í hlöðu og þar sem það á að vera. Og fullt af fólki hefur frelsast og komið inn í rann Guðs og hvað býður þar? Kennslan, uppbyggingin, samfélagið og allt það sem við þekkjum og elskum og viljum vera í og halda utanum og sjá vaxa og þróast. En hvítir agrarnir, þeir ekki þar vegna þess að þeir hafa ekki enn verið færðir inn í hlöðuna. Forðabúrið. Og hvað forðabúrið? Það sem orð Guðs kennt. Það sem beðið fyrir fólki og allt saman það. Það forðabúrið. Og þú ert að læra þig af því sem forðabúrið að gefa. Og forðabúrið það sem á Guðsorðið talað. Það ekkert endilega eitthvað ákveðið hús á ákveðnum stað. Getur alveg verið það. En forðabúrið það sem þú heyrir Guðsorð talað. Og í dag nú við svo blessað fólk að það verið að tala víða Guðs orð. Eins og ég sé þetta, og langt síðan ég sá það, ég veit ekki hvort út sammála mér með það, þá kallinn á kassanum hérna. Hann bara komin inn í sjónvarpið vinnu minn. Akkur ekki? Akkur skildi hann ekki vera þar? Ef þú horfir á breiðurnar og þú spyrir sjálfum að býta hvað fólkið? Það fyrir fram að tölvurnar, horfandi á internetið á kall á kassanum eins og þennan, tala til sín orðið, og eða einhvern annan kall eða kellingu á kassana, sem að gera sama, að tala orðið, af því að þú vilt byggja þig upp, og þú byggist upp, og veistu af hverju, þú ert með sjálfa þig á réttum stað, þá byggistu upp. Fyrir kannski
segjum áratugum varst þú eitt blómið á vellinum, þessi hvítu agrar, en það komst í hlöðu, það er ekki lengur á vellinum, það er komið í rann Guðs, þangað sem það var kallað til að koma, af því það var sótt. Það má eiginlega segja það að þegar hann kom til mín, hann Eggert vinur minn, sem var leigjandi á sama stað og ég eða í öðru herbyggi og það var svona samgangur á milli, og þessi Eggert vinur minn, hann var alltaf að lesa fyrir mig orðið Guðs og ég heyrði ekki neitt af því að sjálfsögðu og en leyfði honum að lesa, þangað til að einn staður, bang, neldi mig. Og það var af einni ástæðu sem hann neldi mig þessi eini staður, og veist af hverju? Það var tunguna. Ég þekkti þetta svo vel. Ég hafði svo oft séð hvernig tungan eða orðmanna rífa menn í tætlur. Þetta var fyrsta skipti sem að ég einhvern veginn kveikti á perunni með þetta og þessi orð, þau fylgdu mér eftir og þetta eru raun og veru orðin sem að fylgdu mér inn í Guðs ríkið, það má alveg segja það. Þarna líður frá því hann Eggert vinur minn las þetta og hann gekk inn í Guðs ríkið 4 ár. Þetta er nú svona tregleiki minn af þessu leyti, ég veit að þú hefur bara stokkið upp og beint inn í Guðs ríkið en ég gerði það ekki. Ég þurfti að hugsa málið, ég hugsaði ekki neitt og svo allt í einu var ég gengin inn. Og það var án vitna, skal ég segja þér. Ég satt bara í stólnum mínum, sjótt sagt, svo bara kvoldist þetta, bara eins og fata sem var hellt yfir mig. Og síðan hef ég ekki verið saman maður. Og það var í október líklega, ég segi október, ég segi það bara hafi verið í október, það var allan á því róli. Árið 1989. Þannig að þú sérð að þessi einstaklingur hefur verið allengi trúuð manneskja. Og ekki bara trúuð manneskja, ég man eftir því að frá því andartaki sem þetta gerðist, þá tók ég þetta strax alvarlega. Og ég var vissum að þetta væri einhvað sem ég myndi halda í svo lengi sem ég lifði. Það er margt gerst, það er alveg rétt og það verður rangt að segja eitthvað annað um það og ég veit að þú tekur undir það. En að fara frá Guði hefur aldrei verið inn í myndinni, bara aldrei. Og að fara frá Guði er heldur ekki inn í myndinni í dag. Þvert á móti þá styrkist maður hverjum degi í sinni trú. Maður verður að hugsa sjálfan sig að þessu leyti því að það hefur engin möguleika til þess að hugsa fyrir mig, álykta fyrir mig, taka ákvörðu fyrir mig, ég verð að gera þetta sjálfur. Þetta er eitt af því sem ég er búin að kannski vita alla minna ævi, að ég verð að taka ákvörðu fyrir mig sjálfur. Mér líkar sjálfur mjög illa við það að eiga erfitt með að taka ákvörðun, það kemur fyrir, gerist mjög oft. Það finnst mér alveg hræðileg stað að geta ekki ákveðið hvert ég er að fara, hvað ég vill eða neitt svoleiðis. Ég orðið fyrir því, eins og líklega við öll, en það er staða sem ég líkar afskaplega illa við. Ég man eftir því að þegar við vorum í siglingunum í Kanada og þá fórum maður alltaf í landi svo hinnir og það kom fyrir að við vissum ekki hvert við áttum að fara. Og rötuðum ekki, það var tómt vesinn maður. Ég get alveg lofa ykkur því að þetta fannst mér svakalega leiðileg staða. Ég var alveg svo hinnir, ég vissi ekki hvert átt að fara og við rötuðum ekki neitt og tómt vesinn. Þetta var staða sem ég fannst afskaplega erfið. Og bara það að svona get ekki tekin eina ákvörðun, það var alveg hræðilegt. Stundum er bara dagarnir þannig að maður erfiðleikum með þetta. Og svo líka þegar hópurinn er stór, nokkri kallar, og kannski sitt segir hver og engin svona til að taka bara á sig rögg og gera eitthvað. Svo endan var það gert. Þetta var ekki það sem ég líkaði vel við. Ég er nú einn af þeim mönnum sem vill svona nokkurn veginn vita hvað ég er að fara og hvað ég er að gera. Það hefur nú alltaf verið hjá mér og ég held að það sé nú bara
ákveðin kostur út af fyrir sig. En núna það ég ekkert að pæla neitt í þessu, vegna þess að ég bara hef Drottin yfir og hann bara segir mig hvað ég á að gera. Ég ekki viljalaust verkværi, ég tek það nú fram, það ekkert svoleiðis. Hann segir mig hvað ég á að gera og ég segi ok, ég skal gera það. Þið sjá að ég tek ákvörðunum að framkvæma verkið. En ég fæ fyrirmæli frá honum sem allt annað mál. Og þó ég myndi ekki gera fyrirmælin hans, þá hann kannski smá skrítin í framan, ég ekki þar með vestu í ofunur hans. Hann myndi gefa mér annað tækifæri, sanniði Guð. Þú fær alltaf annað tækifæri í honum. En að þú elskar hann, að hann hefur unniði með því sem að því leyti til hversu góður hann þá verður þetta ekkert mál og þú bara gerir það sem hann segir. Þannig hefur þetta verið hjá mér. Í sjálfu sér hef ég aldrei verið að biðja neitt kringu þetta mál. En ég þekki orðið Guð og þegar kemur hnipp, þá vanalega stend ég upp og geri það. Ég hef oft talað það að þessir þættir til að mynda, þeir eru aldrei gerðir nema að því að Drottinn hnippir í mig. Og þá fer ég líka stað. Og með allt annað sem ég gert í kringu þetta mál, hvað sem þetta málið annað, það aldrei gert nema Drottinn hnippi í mig áður. Mér finnst þetta bara gott, ég veit ekki hvað þú segir þetta, en þetta eitthvað sem ég líka vel við. Og frábærast af öllu frábæru var, þegar ég komst að því, að því ég einn af þeir sem ef ég að fara að gera eitthvað, þá get ég fara að hafa áhyggjur af því. Það undirbúið mig alveg ekstra vel. Og ég man eftir því að ég var að skrifa, þegar ég var að byrja að tala, þá var það nú ekki svona eins og þetta í dag. Og ég skrifaði eina A4 blaðsur, ég ágætur í að skrifa, og gerði svona uppkastað ræðu sem bara mjög gott og ég hvet menn til þess að gera það. Og ég fór með þetta fram og notaði þetta fyrstu ræðunar mínar, og þær voru svo sem ekkert verri en hinnar, það ekki málið. En svo smátt og smátt fór ég að sjá að ég gerði þetta lengi og eftir og svo smátt tók ég eftir því að ég var í raun hættur að nota þetta efni sem ég hafði skrifað. Ég notaði kannski bara ritningavessi þegar það voru ritningavess þarna á og las þau gildaðu þetta alltaf. Svo sá ég að ég gat alveg gert þetta án þess að fara þessa leið. Þetta var bara frá Guði. Og allt í einu uppgöti ég það líka, ég var reyndar búin að uppgöta það áður. Löngu áður en ég var trúaður, að ég sem sagt bara fór á staðinn, var náttúrulega bara búin að velja mér ritningavess, kannski gerði það bara rétt að henni kom inn, eitthvað svoleiðis, og hafði náttúrulega Biblíuna þegar það fylgir með að gera þetta, þó ég lesi því miður ekki mikið í Biblíunni hérna, og svo byrjaði ég, svo opnaði ég Biblíuna svona eins og mér fannst ég eiga að gera og las það sem ég var búin að ætla að lesa og svo framvegis, þannig ég þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu. Ég bara treysti Guði að myndi mæta þegar á þurfti að halda og þetta hefur aldrei klikkað. Aldrei. Þess vegna líka þessi ræða fyrir mig rosalega létt. Þetta bara gjöf frá Guði. Hann sá þennan kvíðabolta mig. Mér kveið alltaf rosalega fyrir þessu ræðum. Þegar ég vissi aldrei hvernig ég átt að gera þetta eða hvað ég átt að tala Hann sagði bara ok, lokum þessari leið, nú bara gerir þetta svo ég vill að þetta sé gert og svo bara farið að gera eitthvað og ég fór að gera eitthvað og settist niður og talaði og það kom út ágætis ræða. Og þetta raun enn stíllinn. Þetta bara hvíl í Guði. Ég held að þetta sé ekkert annað en að hvíl í Guði. Það þessi einfaldleiki og að deyja sjálfinu og treysta Guði sem hann alltaf að tönnlast á við okkur eða tala við okkur. Af hverju? Að það vill ekki að við séum að hafa áhyggjur af því sem við eigum að gera því hann með allt hand okkur. Þetta lærdómur sem hann með hand okkur alveg ítrekkað og þetta lærdómur sem að talar ótæmandi Guð.
Þannig við erum nú aldrei ekki að bera fram sömu ræðuna í raun og veru, þó við séum alltaf að því eins og ég hef oft talað hér, þá er þetta ekki sama ræðu því hún er ný í hvert skipti vegna þess að við erum með ferskon og fallegan Guð sem að sér þetta. Þannig að þú getur ekki fengið leið og orðið Guð, það er ekki hægt. Þú getur fengið alveg hundleið og manni og konu, það er ekki málið. En þú fær aldrei leið og orðið Guð, hann er of stór til þess að þú getur fengið leið á honum. Og það er náttúrulega líka alveg stórkostleg vitneskja að eiga. Það er ekki annars. Mér finnst það. Og ég held að þú sett bara uppundir það að vera sammála mér í þetta skiti við hann minn. Það er alltaf sammála mér, ég veit það. En það skiptir ekki máli þótt að þú sett hvort þú ert sammála mér eða ekki. En það skiptir máli að trúa drottni Jesú Kristi. Hann er allt sem við þurfum að vita og heyrum og hann byggir upp mann og hann segir við mig, Konráð, farðu nú og sagtu eitthvað af þessum velli þarna, ég þarf að fara að fá þetta inn. Og hann segir ekki bara Konráð, bara nefni þitt nafn og sama, farðu bara út á völlin og fara að segja eitthvað af þessum blómum. Ég þarf að fara að fá þau inn, ég þarf að fara að næra þau, ég þarf að fara að kenna þeim og svona. Og svo við segjum, já, hann má bíða með þetta til morguns. Við erum svolítið í því. En eitt sinn þá vorum við þetta blóm á vellinum. En við vorum sótt. Og það var stóra gefin okkar. Svona hugsanir vill hann gefa okkur sem að kannski færa okkur til þess að hugsa þetta svolítið upp á nýtt. Við vorum einu sinni á þessum stað. Við vorum blóm á vellinum. Á akrinum, svignandi akrinum undan vindinum. Hvítt blóm á vellinum. En svo fórum við inn í hlöðuna. Og fengum nektarbúrið yfir okkur eins og að lagði sig. 30 árum seinna erum við nú aldeilis komin á annan stað. Höfum séð þetta allt saman í nýju ljósi og allt saman í réttara ljósi heldur en varum við vorum að bleika skíðun okkar fallega. Með alls konar myndir uppi Guðs ríkið, við vorum vissir Guð, það var ekki málið. Og fannst hann alveg frábærlega fallegur og góður, og hann er það ennþá. En við erum búin að sjá alveg hvernig þetta er. Og í mínu tilviki, ég veit ekki með þig, í mínu tilviki hefur þetta dregið bara skýrari mynd fram af Kristi. Og það hveti ég til þess að gera líka. Því að fólkið, þú og ég, erum vandamálið í söfnuðinum, ef eitthvað vandamál er það, þá er það ég og þú. Að ég er stundum í góðaskapi og stundum er ég ekkert í góðaskapi og stundum er ég uppundir það að vera leiðilegur og stundum er ég bara uppundir það að vera skemmtilegur. Allt þar á milli. Þannig að það er lítið á þessa að byggja, þannig séð, en þú getur alltaf hortað þessu og yfir á Krist og hvað sérðu? Fegurð. Það er það sem þú þarft að sjá. Og þetta er lærdómur sem að kemur með tíman, það gerði það hjá mér, það kemur með tímanum þessi lærdómur að draga augu sinn af þessu og yfir á Krist. Og þá get ég lofað þér því að þú ert komið sjálf þig á mjög góðan stað. Þetta er það sem Kristur vill fyrir þitt líf. Verið í mér, þá verð ég í yður, segir hann. Þannig við sjáum að við fáum alveg fullt af ábendingum þetta. Hvað hann á við. Já, hann fór á eftir þessu meina sem viltist frá. Akkur hann viltist frá eða fór, veit ég ekki, kannski var að stangaður út af hrútsotnunum inni. Hann stundum hrútsotn inni. Og stundum ef menn eru viðkvæmir, menn eru misjafnlega viðkvæmir og upplaðir og þá er þið bara stangaður út. Svo eru hinnir sem bara nennu þess ekki lengur og eru farnir og það er strákurinn sem fór út í heiminn og sólunda öllu þar og kom svo aftur tilbaka. Þeir komu báðir tilbaka, annar sjálfviljugur en hinn var svona sóttur þannig séð og talaði til þannig fyrir utan. Ég trúði að Drottinn hafa nú bara hreinlega talað hann til og fengi hann til að koma með sér. Drottinn gefur okkur tíma. Og það er stórkostlegt að hann skuli gefa okkur þann tíma sem við þurfum. Gefa okkur þessum þvergirðingum tíma. Það finnst mér alveg frábært. En þetta er það sem Kristur er.
Þannig það er svo mikil ástæða til að boða hann og svo mikil ástæða til að byggjast upp í honum, því að Kristur er lífið sjálft og verður aldrei neitt nema lífið sjálft. Líf sem að þið mun líka vel að lifa, en verður að sækja í, hafa svo litið fyrir, koma þér á staði þar sem verður þér að draga upp orð Guðs og svo vera tilbúin til þess að fara út á völlin og taka þó ekki sinni með eitt hvítt blóm og setja það í hlöðuna. Breiðurnar eru þarna og það þarf að sækja þessar breiður. Hver er til? Á morgun segjum við, þá er ég til, svo kemur morgundagur og þá erum við búin að gleyma yfirlýsingunni, hún er ekki lengur þarna og þannig bara ganga árin. Alltaf eru þessar fallegu breiður þarna á akrinum, það er allar að bíða. Drottinn sér þetta allt. Samt sem áður vill hann að þú og ég komum til hans daglega og föllum fram fyrir honum og hann mun reisa okkur upp í styrk sínum. Þráttur allt, þá sér hann sitt. En hvatningin er þessi sama, að gera hans vilja að þessu leyti líka. Vilja til að gera sinn vilja, það er það sem hann vill. Og það er góð bæn til ég að biðja Drottinn að gefa mér sinn vilja í mínu lífi. Ég held að það sé bara mjög góð bæn. Og ég efast ekki það að margir hafi beðið þessa bæn og ég efast heldur ekki það að margir eru á þessum stað að þeir gera Guðs vilja. Það er náttúrulega fólk sem að maður tekur alveg hiklaust hattinn ofan fyrir. Því að þetta fólk er verðugt þannig séð og ég vil trúa því að þú sért verðug manneskja frammi fyrir Guði. En þú ert líklega eins og ég, svo litið svona mistækur, eða þannig. En við erum það líklega öll. Ég held að enginn sé einn eða sé einn alltaf eitthvað afundin og vitlaus. Þá sé það inn á milli. Þetta séum það öll. En er ekki komin einhver tíma á þetta hjá okkur? Má sjá, þú dólar svolítið, ekkert svakalega skrítin, já, ég var að tala hálftíma lengur kannski. Ekki, stoppa bara hérna. Konráð Rúnar Friðþjófsson kveður og hefur þetta ekki lengri í dag og þakka fyrir sig.